Og þá komið að síðasta þættinum á þessu ári 2013. Við höfum afræðið Vesturland frá því í lok október og nú eru komnir 11 þættir. Í þessu þætti ætlum við að fylgjast með eldsmiðum sem tóku þátt í Norðurlandameistaramóti eldsmiða sem haldið var í eldsmiðinu á byggðasafninu í Görðum í ágúst í sumar. Að því loknu heyrum við aðeins af flugeldasölu. Hér á safnasvæði byggðasafnsins í Görðum hefur staðið yfir 4 daga mót. Þetta Norðurlandameistaramót eldsmiða. Það í fyrsta sinn sem slíkt mót haldið á Íslandi og það Guðmundur Sigurðsson, starfsmaður byggðasafnsins hér í Görðum og formaður samtaka eldsmiða á Norðurlöndunum sem hefur vegum vandað mótinu. Hvernig hefur til tekist? Já, ég held að það gengið bara vel. Þáttakan eins og búist var við eða hvað? Já, bara meiri ef eitthvað Fólk hefur verið duglegt að koma og kynna sér þetta. Keppendur koma þeir allir á Norðurlöndunum eða ykkur fleiri hérna? Það keppendur eru hérna frá Norðurlöndunum en svo eru víðsvegar annars staðar sem koma til að sýna og vera með. Kanada, Bandaríkin, Sviss, Þýskaland til dæmis. Hvað segir fólk sem kemur á mótið? Það sátt? Ég held að það sé bara almenn gleði með þetta og ánægja. Og ertu ánægð með hvernig heimamenn hafa komið og fylgst með? Já, ég hef sjálfur verið á hlaupum en ég hef nú ekki séð alla en það hefur verið, það hefur verið traffíkinn allan tímann. Sérðu fram á að svona mót umfangsmikið verði haldið hérna aftur? Já, við erum fyrstu helgina í júní erum við alltaf með mót sem hefur verið að stækka og ég gerir ráð fyrir við eigum eftir að toppa þetta einhvern tíma. Þetta smiðjuhús, það sem aðal keppnin fer fram núna, hvernig var það til? Það var svona löng fæðing en það var ákveðið þegar við myndum halda hérna og sóttum við fyrir 2 árum fyrir safnið að byggja hérna smiðju. Og menningar á Vesturland setti núna 2 ár í röð styrk í þetta, hönnun og svo til efniskaupa. Og svo hefur það bara verið íslenskir eldsmiðir sem hafa byggt þetta í samvinnu við safnið. Hafa menn þá verið að koma hingað bara dag og kvöld til að smíða? Já, daganætur og helgar. Hvað var langur tími í þetta? Já, það var grenndarkynningu lauk 4. júlí. Þannig að við höfum, á ansi skömmum tíma, við vorum aðeins búin að vinna okkur í haginn. Þannig að þið hafi verið einhverjar 6 vikur að klára þetta? Já, það svolítið eftir enn. Komið mjög margir að þessu? Já, það drjúgur hópur. Tók eftir því Guðmundur þegar var verið að smíða þetta hús að menn voru ekkert að skjóta nöglunum í takkið eða hliðarnar, það var allt með hömrum? Það var allt neglt eins og var gert áður fyrir bara. Þetta á að þjóna tilganginn á safninu sem smiðjusafn og verkfæri og annað inni verða í þeim stíl sem svona, miðað við 1950 og fyrir. En þú er ekkert verið að keppa hér sjálfur og það ekki nógu öðru að snúast? Ég keppti fyrir 3 árum, þegar þetta var í Svíþjóð og Noregi síðast. En svo það var markmiðið alltaf að fá þetta hingað til þess að byggja upp eldsmiðju á Íslandi og koma eldsmiðjum áfram, hjálpa þeim í að hjálpa sér sjálfum. Hér hafa verið menn að kenna yngri mönnum þessa eldsmíði. Verður varfið mikinn áhuga hjá unga fólkinu? Já. Þetta allur aldur á þessu. Ekki síst eldri og yngri. Allt þar á milli. Konur og kallar. Koma hérna eldri menn til þín, vélsmiðir eitthvað sem hafa fengið smjörþefinn af eldsmíði? Já, það eru margir sem er að lifa yngri árin upp aftur. Ekki bara þeir notuðu smiðirnir að svíða hausa og svoleiðis, heldur voru margir sem áttu að afa eða koma einhverju leyti í náðust við þetta. En þú hefur ekkert haft tíma til að keppa neitt sjálfur núna á þessu móti? Nei, ég er í því að dæma. Það er nóg og hlaupa
Og eru dómnefndin svona þokkalega sammála munina hverju sinni? Já, við dæmum saman, það dæmt eftir 10 punktum og það bara tekið niður hver punktu fyrir sig og dæmt eftir því. Þessi skipti í 4 styrkleikaflokka, eftir hverju farið þið eiginlega? Það var keppt í opnum flokki, sem sagt ófaglæðir, og svo var flokkur sveina, þeir sem er sveinsréttindi, og svo meistara, þeir sem eru með meistarapróf í smíði. Og þeir ljúka keppninni hér í dag? Þeir ljúka keppninni í dag. Þetta er hápunkturinn núna. Þannig að þeir eru nokkuð margir stólarnir sem liggja eftir þetta mót? Já, það eru nokkur stólar. Svo sáum við hérna naglasmíði hér í gær. Það var keppt í 3 manna liði hver geti dregið út stöng sem yrði lengst og þar var, ég veit ekki hvort það var aflið á heimskan eða hvað, en þar vann Ísland. Við drógum járnið lengst út en Norðmennirnir sáu sig beita ofurliði og ákváðu að fara í að gera bara haus á járnið og gerðu þennan fína nagla. Er það ákveðið, Guðmundur, hvar þetta verður haldið næst? Nei, Svíþjóð, Noregur voru núna síðast og hérna, þannig að það er Danmörk eða Finnland og væntanlega verður að Finnland. Það liggur lágt í Danmörku í augnablikinu. Ásta Alfreðsdóttir, þú ert búin að fylgja svolítið með þessari keppni hérna. Hvernig finnst þér þetta að vera? Mér finnst þetta bara algjörlega frábært. Þetta kitlar einhverja taugar í mér, sko. Geturðu hugsað þér að fara og læra þetta? Ég get alveg hugsað mér að prófa að fara svona, aðeins að prófa, svona 1 klukkutíma eða svo, til að byrja með. Og það við séum hér að þetta er kannski ekki bara eitthvað sem stórar og sterkir kallar geta gert. Nei, hún frábæri sig þarna kona Teresa, heitir hún ekki Teresa annars? Ég er svona alveg æðisleg, sko. Ég er alveg bara dástaði henni, sko. Og keypti mitt hring. Já, þú ert búin að fá þér hring. Ég fekk mér nefnilega hring. Já, eftir hana. Þetta er nokkuð sem er bara tísku hlutur í dag, eða ekki? Ég gerir ráð fyrir að þetta sé bara svona tímalaust djásn. En stærri hlutum, hvernig fannst þér þeir? Þeir voru stólar hérna? Jú, stólarnir eru rosalega flottir og mér hlakka til að sjá hvaða stóll vinnur. Já, ég er alveg viss að hún vinnur hérna stelpan, sko. Bjarni Kristjánsson, þú ert búin að vera að kenna ungu strákum hérna þessa, mjög fornuðinn eldsmíði. Hvernig hefur gengið? Eru þið áhugasamir? Mjög áhugasamir. Það er mjög gaman að sjá ungu kynslóðina hafa áhuga á þessum hlutum. Hefur einhverja tölu á hvað margir hafa komið og skoðað þetta hjá þér? Nei, það eru svo margir aðrir hérna sem eru að gera þetta þannig að við fáum ekki að vita það bara fyrir inn í lokin hvað eru margir, en það er eitthvað annan töl sem að hafa komið hérna, ungir og eldri. Og þeir vita náttúrulega ekkert hvað þetta snýst þegar þeir komið að það? Nei, margir hafa bara ekkert séð þetta áður, ekki bara myndum eða eitthvað slíkt. En þú sjálfur, hvað lærður þetta? Já, ég fekk enga danska mann fyrir 20 ári síðan til að koma. Hann hafði áhuga að koma til Íslands og síðan koma 6 ári í röð og kendi okkur þessa einn. Nú er þetta í fyrsta skipti sem að Norðurlandameistaramót er haldið hér á Íslandi. Hvernig finnst þér til að það tekist? Mér finnst það að tekist mjög vel til. Það er bara kraftaverk að húsið sérna sem er fyrir aftan okkur. Það er risið á 1,5 mánuði. Og það var smíðað í sjálfboðavinnu af eldsmiðum? Það var bara smíðað í sjálfboðavinnu. Efnið er lagt til? Já, við fengum styrki hérðan frá Akranesi og Menningarsjóð Vesturlands líka og fleiri stöðum. Þannig að við gátum keypt okkur efni til þess að reisa það. Og síðan var bara smíðað dag og nótt? Dag og nótt. Og það voru ekki núna græjur rafmagnsbæði notaði við þetta? Þau voru bara með hamrana? Bara með hamra og sagir. Aðeins við flettum við einhverju timbri í sög, en mest bara eins og þetta var gert í gamla daga. Verður þau var við mikinn áhuga hjá fólki almennt um þetta? Já, sérstaklega núna eftir hrun. Það hefur bara orðið svona eins og byrsa í þessa. En hvað segja keppendurnir útlendur við ykkur? Hvernig finnst þeir? Þeir eru bara mjög ánægðir með þetta. Og ég vona að við líki veðri líka. Það er ekki of heitt. Við fengum góðan dag í gær. Við fengum góðan dag í gær. Svo. Hvað kemur til að þú fer að skoða og læra þetta? Mér alltaf finnst þetta bara mjög svör list eiginlega. Alltaf langar að prófa þetta. Maður hefur tækifæri því ekki að nota það. Hefur þið séð svona áður? Ekki persónulega, nei. Bara svona í gegnum sjónvarpið, eiginlega. Hvernig finnst þér? Mér finnst þetta bara mjög gaman, sko.
og það öðruvísi frá því sem hefur prófað áður. Ég sé að þú ert alveg óvarinn, þú ert ekki með svörtu eldsmiðir. Þetta ekki brættu við að brenna því? Eftir svona fyrstu 3 skiptin þá er þetta ekki mál. Kristján Gunnarsson, þú rekur vélsmiðju Þingeyrar. Segðu mér, er þetta eitthvað svipaðar aðferðir sem eru að nota þar eins og eldsmiðirnir eru að vinna með hér? Við höfum verið að gera við svona smíðagrindverk og meðal annars eitt í kirkjugarðinu við Suðurgötu í Reykjavík. Smíðaði það alveg upp á nýtt, ég og sonur minn. Og það er nú svona stærsta verkefni sem við höfum verið með, eða gert í þessu sko. En svo erum við mikið að leika okkur hérna svolítið líka sko og halda þessu náttúrulega við, æfa sig. En þar fyrir utan erum við sko þessi gamla smiðja Guðmundur J. Sigurðssonar sem er í raun elsta starfandi smiðja á landinu má segja. En undir öðru nafni, það heitir Annað véla- og bílaþjónusta Kristján sem ég er með og gerir nú mest í bíla og önnur tæki svona sem til falla. En meðfram þessu þá höldum við þessari smiðju aðeins í gangi og erum líka að steypa og poststeypa. Og það er líka grindverk sem við höfum verið að gera við og leiðiskassar sem eru undir krossum og hérna á leiðunum á kirkjugarðin. Og við höfum verið að gera þessa kassa upp og krossarnir hafa mikið til brotnað, mikið skemmtir í þessum gömlu görðum, gömlu járnminnismerkin og við höfum verið að gera upp svona eitt og eitt í rólegheitum og endurnýja þetta og það er poststeypa. Gunnar Gunnarsson, þú varst taka þátt í keppni hérna fyrir Íslandshönd og Norðurlandameistaramótinu og þetta er árásturinn. Já, Hver vekk hugmyndina að þessu stól? ég sjálfur. Er þetta þægilegt til setu heldur þú? Já, mjög gott. Prófa. Það er ekki mikið kúnst að beygja alla læsingar hérna saman? Jú, smá æfingar og Já, snýningar með og svona. ertu með marga aðstofamenn með? Einn. 4 tímar, það er nóg fyrir svona föndur. Það dugði. Búin að vera með þessa hugmynd lengi. Nei, bara við komum á staðinn. Tekna mér svona upp fyrst eða Nei, allt í huganum. hugana bara. Já, aðeins tegnað Búin að vera lengi að fást við eldsmiðjum. síðan 2004, byrjað, og 9 ár. Það voru að þokkalega endur í þessu. Já, samlega. Hvað liggur fyrir næst? Verður það fleiri náttúrulega? Það bara kemur ljós. Hvort það árangur að vera nógu góður núna eða hvað? Já, það er kannski veltum við það líka því, já. Eftir að dæma þetta. Skemmtilegur félagskap? Já, þetta er Þekkist þið orðið vel allir eldsmiðjarnir á Norðurlöndum? Nei, kannski ekki allir, en svona, jú, flestir svona. Mikið keppni á milli manna. Já, svo verður þetta fyrst Teresa sem við erum að keppa við, þannig að á nú kannski heiðurlega líka. Hvernig er það Gunnar? Vinnur eitthvað við eldsmiðja eða járnsmiðja? Ekki vinnum ekki við það, þetta er svona jákvæðmáli að smíða maður tíma. Hver er atvinnurinn með hluti? Dag er ég rútubílstjóri hjá Hópferðabílum Akureyrar. Þetta er svona hobbyið. Já, hobbyið, svona gesttími. Og ég renna mikið líka, 3 smiði. Já, talga og sker út. Har du smält en stålen här i 4 timmar? Var det någon tid till att smälta en stol? Det är väldigt kort om tid att göra en stol, men å andra sidan så har vi faktiskt 4 timmar allihopa, så att det är bara att gilla i läget. Ja. Det är inte mycket damer i själva smältningen. Nej, det är vi ju inte. Jag känner nog bara till mig i Norden som har mästartitel i och för sig. Men det kan finnas några till, jag vet faktiskt inte helt, men... Du har särat med denna stål här? Ja, jag kärade den lite grann. Ja, lite kära. Det luktar lite gott, så tycker jag att det blir ganska bra färg. Men sen om man har lite mer tid på sig så
så lägger man ju mer tjära på. Och så att, ja. Jobbar du där eller i Sverige? Jajamän. Ja, jag och min man jobbar ihop i smedjan hemma. Så jag har hållit på med smide sedan jag var 10 år ungefär gammal. Men inte i fulltid då, självklart från 10. Men från 16 års ålder så har jag jobbat fulltid med smide. På skolor och sånt. Så. Ja, min mamma är konsthantverkare, men hon är inte smed. Men min pappa är smed. Ja. Var du smed med av den slags? Ja, jajamän. Ja. Och när man gör en sån här liten sak, det är samma slägga. Alltid samma slägga. Ja. Óskar Páll Hilmarsson, þú varst að keppa hér í flokki sveina. Hvernig fannst þér takast til þér? Ég er bara nokkuð ánægður með það sem ég gerði, sko. Hvernig stóð þú á það? Þetta var bara svona lítill 3 fóta kjóll með járnplötu ofan á. Frekar einfalt en svona. Ég er allavega ánægður með útkomuna. Hér hefur dugað þessi 4 tíma til að smíða. Já, það er svona rétt slatt til. Það var á síðustu mínútunni. Já. Hefur þið tekið þátt í svona stórum mótum? Já, ég hef tekið þátt í Norðurlandamótinu síðast fyrir 2 árum síðan í Noregi. Þá keppti ég opnaflokki þar. Hvernig gekk það? Ég lenti í 3. sæti þar. Er þetta sami hópurinn sem að keppa ár eftir ár? Já, þetta svona kjarnin, mest sami kjarnin, sko. Hvað kveikti áhuga þinn á þessu? Ég veit ekki, ég var svolítið tengt þessu Víkingafélaginu sko fyrst. Sá þetta fyrst þar sko. Svo bara einhvern veginn var þetta mjög mikil áhugamál hjá mér sko. Vinnur við eitthvað skilt þessu? Nei, ekkert tengt þessu sko. Bara áhugamál. Þór Bino Friðriksson, formaður Björgunarfélags Akraness. Nú flugeldasalan hafin hjá okkur og þetta nú helsta fjáröflun hjá björgunarsveitum landsins. Hvernig hefur þetta gengið undanfarin ár? Er þetta stór lið við ykkar fjáröflun? Já, flugeldasalan staðista einstaka fjáröflun hjá björgunarsveitunum og stendur undir stórum hluta af rekstri sveitanna á hverju ári og það ekkert öðruvísi hjá okkur hérna á Akranesi. Þannig að það bara skiptir miklu máli að þessi stuðningur og velvild sem fólk sýnir okkur með því að kaupa flugelda. Og þið hafið fengið, selt vel af flugeldum síðustu ári, eða ekki? Jú, fólk hefur verið duglegt að versla við okkur og við höfum verið með bara sæmilega sölu undanfarin ár og mér sýnist að stefna í svipað nú á þessu ári. Þetta nú bara rétt byrjað núna hefur tölum við því en það hefur hækkað verið á flugeldunum og þetta er ekki hræddur að fólk dræja þeir saman. Já, við erum náttúrulega með flugelda í öllum verðflokkum, alveg þessi minnstu og svo alveg upp í stórar tertur en þetta náttúrulega bara það sömu hækkanir og hafa verið annar staðar í þjóðfélaginu bara við fylgjum bara þessum vísitölum sko. En hvernig það, hvað kostar það dýrasta hjá okkur í dag? Já, dýrustu terturnar sem eru stórar og miklara þær eru svona í kringum 70.000 þannig að það eru mikli peningar en flotta tertur. Og alltaf ykkur til í að kaupa þetta? Já, það náttúrulega þeir sem vilja sjá alvöru læti og flott ljós að þeir náttúrulega kaupa þessar stóru. Það eru þær. Eru það alltaf þeir sömu sem koma og kaupa þær stærstu? Já, það er mikið af þeim sömu sem eru að koma og kaupa þessar stærstu. Það eru svona stórir viðskiptavinir sem koma og vilja sjá alvöru flugelda. En svo kemur venjulegt fjölskyldufólk og afar og ömmur og svona og kaupa kannski bara stjörnuljós og eitthvað smávegis eða ekki? Jú, og við erum náttúrulega með, fyrir þann hóp erum við líka með fjölskyldupakka og það búið að tína saman þetta smádót og það eru minni tertur í fjölskyldupakkanum og einnig rakettur og svona þannig að það ef fólk kemur og kaupir fjölskyldupakka þá svona megnið í þeim pökkum. Og það opið hjá okkur alveg fram á gamlársdag eða ekki? Jú, við verðum opið frá 10 morguninn til klukkan 4 seinnipartinn á gamlársdag. Þannig að það bara fólk getur komið og keypt alveg fram á síðustu stundu. En 13. Ekki með opið þá líka? Jú, við erum með opið á 13. og líka daginn fyrir 13. Þannig að það fólk getur líka byrt sig að sprengjum fyrir áramótabrennur eða 13. brennurnar. Þannig að þetta bara að gera að koma að versla. Margir að vinna við þetta hjá okkur? Já, við erum náttúrulega bara með sjálfboðaliða í þessu, bara okkar félagsmenn sem standa hérna vaktina, en það ef við teljum alla saman sem koma að þessu, það voru þetta örugglega
80-40 manns sem koma að flugeldasölunni hjá okkur. Þór, gangi ykkur vel með söluna og þakka þér fyrir og gleðilegt ár. Sömuleiðis gleðilegt ár. Þráinn Ólafsson, slökkviliðsstjóri Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar, það styttist í áramótin. Mikill viðbúnaður yfirleitt hjá slökkviliði fyrir gamlárskvöld? Já, við erum með aukavakt, við erum með 10 menn á vakt yfir áramótin. Sérstaklega bara yfir hátíðarnar. Hvernig hefur þetta verið síðustu ár? Hafa verið útköll hjá okkur áramót? Nei, ekki lengi, það hefur sloppið mjög vel til. Hvað svona dæmigert útkall áramótin? Það er þá helst ef það er þurrt og mikill svona sina ef það kveiknar í svolíthlutum. Annars hefur þetta minnkað. Fólk fer með svona gætilega með hlutin heldur en var, finnst mér. Og minna sinu á Akranesi? Já, allavega nú orðið, já. En þið í samstarfi eitthvað við þá til dæmis hjá björgunarsveitinni? Nú þeir með flugeldasölu hérna við hliðina á slökkvistöðinni. Hafið þið samstarf þetta einhverju leyti? Já, við förum yfir á hverju ári aðstöðuna hjá þeim þar sem sölu aðstæðan og hún í góðu lagi og menn fara mjög eftir settar reglum með þetta, söluna og þessu. Svo líka IA og Kívanis með sölu á öðrum stað, það tekið út á sama hátt? Það er tekið, allir þessi sölustæðir teknir út árlega og gefið leyfi á það, bæði með mér og lögreglunni. En brennur, áramótabrennur og slíkt og svo 13. brenna núna á 13. Fylgist þið með vel þar? Já, ég þarf að gefa leyfi fyrir brennum og það verður hérna í Kalmarsvíkinni á gamlársdag og inn á Víðigrund og síðan verður 13. brenna sem að björgunarsveitir verður með flugeldasölu eða sýningu. Á 13. og hvar þá? Það verður upp á Jaðarsbakka, þyrluvellinu sem við köllum. En það má ekki orðið setja hvað sem á áramótabrennur, það? Nei, það bara eingöngu timbur. Þannig að það menn verður að vanda til að þetta brenni upp á sem skemmstu tíma. En ekki þar á Akranesi? Nei, við vonum það ekki. Það komi aldrei. En Þráinn, þakka þér fyrir og bara gleðilegt ár. Já, sömuleiðis, takk fyrir. Við þökkum fyrir það viðtökur sem við fengið frá því við byrjuðum með þættina Vafræðum Vesturland. Þá ætlum við að kveðja árið með myndarlegum flugveldi hér frá Björgunarfélagi Akraness og það er alls öryggis gætt sko. Þeir eru hérna strákarnir í björgunarsveitinni með allt klárt og við erum með gleraugu og allt sem að hafa. Og svo býður Þráinn slökkviliðsstjóri hér við slökkvibílinn alveg tilbúinn að spreyja ef allt fer í voða. Þannig að við bara kveðjum. Takk fyrir það sem af þessu ári og þetta var síðasti þátturinn á þessu ári og við sjáumst aftur eftir árum.